boltanum býður bara eftir aðstofinni Telmal og kemur og þessi boltan aðeins frá sér og aftur miðslaða lappir hérna Telmal og skotting fyrir markið, frábær bolti fyrir markið og skalli og fyrsta markið er komið og hver annar en Agla María Albertsdóttir sem er að skalla þeim fyrir varnarmann FH Elsa Viðars með þessa frábæru sendingu beint á kollinu Aglu Maríu og þetta hafa þær gert nokkuð sem í sumar og eflaust enn oftar á æfingarsvæðinu. Það var að sjálfsögðu Elsa Viðarsdóttir sem átti þessa mögnu. Yfir á Mackenzie er með Ingibjörgu hérna. Þetta er vel spilað hjá FH-ingum, þolinmóðar hér. Ingibjörg í 1-1 stöðu, leikurinn á miðuna. Setur hann fyrir markið, flottur boltar í inni! Ingibjörg Magnúsdóttir með jöfnunarmarkið! Frábær! Sannarlega gerði það þarna, færði hann frá hægri yfir á vinstri og Ingibjörg hérna tekur Edith Kristín á og hérna ég held þetta hafi mögulegt að vera fyrirgjöf en Herdís sér hann bara svo seint og frábærlega. Sjáum að plássið er að opnast hérna vel og sendingin slæminni á Birnu Kristínu. Caitlin setur hann inn á Ásu. Ása í færi er að skora! Skelfileg mistök hjá FH-ingum. Nánast undir engri pressu og Ása Halldórsdóttir. Þeir eru kannski stundum fulldjarfar í því og þarna lærði Ása vinkonu sinni Ollu. Hún setta bara niður í fjær. Aldís tekur nærstöngina. Setur þennan í tegin. Fín bolti og Helena í loftið. Skalla markaður inni! Sjálfsmark held ég að ætti að vera en skallinn kom, sýndist mér frá Deiu Sandoval eða skráð sem sjálfsmark á Ásu Halldórsdóttir. Það skiptir ekki máli, mark er það. Vinstramenn, Ingibjörg í hættulegri stöðu. Ingibjörg tjekkar inn á völlinn, fer tilbaka á Berglindi, vill fá víti og fær það! Vítaspyrna! Búin að vera frábær síðustu mínútur. Ida Marín Hermannsdóttir getur komið FH yfir og gerir það! Ida Marín Hermannsdóttir er að koma FH-ingum yfir hér á Kópavogsvelli. Fyrir Íslands og bikarmeistara Blika og Ian Jeffs er að bregðast hér snöggt við. Það er breyting í vandum og það er Sunna Rún Sigurðardóttir sem er að koma inn í sínum eigin markteg þegar Andrea lyfti þessu inn á teginn og þetta endar í netinu. Jakobína Hjörvarsdóttir er að koma Stjörnunni yfir. Það kom frá FH fyrir tímabilið. Isabella Sara kemur honum inn í hættusvæðið og það er mark! Nadia Atladóttir að skora hér á sínu gamla heimavelli. Frábær! Svo aftur boltinn inn á teginn og hérna er skotið fyrir utan og þetta er fyrsta markið. Skot sem að Margrét Árnadóttir hérna leggur hann út til vinstri á Katrín með fyrirgjöfuna, frábær fyrirgjöf og skallinn, en það bjarga á línu og þetta er ekki búið skoti hérna og það er að jafna metin, var ekki Alda sem átti síðustu snertinguna. Fram í tæplega 390 mínútur af deildarleikjum. Hér eru þær aftur komnar á flegi ferð. Brooklyn Nets að hlaupa átt á markinu. Margrét hægir á henni en leggur hann á Taylor inn á teignum og hún er að koma fram yfir. Hvílíkur viðsnúningur á bara örfáu sekúndur. Gestana eftir hann hér á fjársvæðið og skallinn frá Örnu og þetta færi fyrir bara alla leið í netið hvort að Margrét hafa átt síðustu snertinguna. Það var allavega Arna Sif sem Andrés Pálsdóttir skoraði tvívegis úr hornspyrnu. Hér er boltinn færa þetta í gegnum allan pakka og Alda Ólafsdóttir klárar þetta. Þetta var virkilega skemmtilega útfar. Aftur inn í hættusvæðið og hvar er þetta? Boltinn endar hvar? Mark! Það er mark! Þetta var ótrúlegt, það var engin leið að sjá þetta en aðstoðardómarinn virtist vera með þetta. Hér bara vilja fá brot en ekkert dæmt. Danæ í baráttunni hér við Vanderveen. Þetta er frábærlega gert og hér kemur fyrirgjöfin fyrir og hvað? Jöfnunarmarkið er komið! Þetta er heldur betur dramatík hér í Vestmannaeyjum.